daginn svona web apps og þessar hugmyndir, þú veist, vefforritun, hvað þetta og hvernig spilar þetta allt saman og rendum yfir svona hluti eins og já, bara hvað þetta og svo frameworks og hvernig þau eru svona oft struktúruð í kringum svona vefforrit og hjálpa okkur við að gera ýmis verkefni. Og ég ætla bara að klára að fara yfir það sem ég er með núna, það sem ég var með, byrjaði á þá og taka svo demo. En í 18N og L10N, veitu þið fyrir hvað þetta stendur? Það er ekki Lion eða Ibn. I8N er stutting á internationalization, það er I, svo koma 18 stafir, svo kemur N og þetta er svolítið langt að skrifa 20 stafa orð. En þetta er það að byggja upp forrit til þess að þessi stuðningur við að skrifa forrit sem hægt er að þýða. Þannig að það er internationalization og svo kemur L10N er localization og það er það að þýða forrit fyrir ykkur ákveðin svæði. Þannig að við höfum stuðning fyrir internationalization, við styðjum til dæmis UTF-8, við tökum ekki bara við ASCII-stafrófinu og það er partur af því að vera með internationalization og við höfum stuðning við mörg time zone eða við höfum stuðning við mismunandi nöfn og svo framvegis og svo jafnvel allir strengirnir okkar séu þýðanlegir og síðan komum við og við erum með vef sem við ætlum að vera með á Íslandi og í Noregi og þá þurfum við að localize hann fyrir Ísland og fyrir Noreg og vera með einhverja svona strategy hvernig við skiptum hann á milli og svona. Þannig að þetta er mikilvægt fyrir stóra vefi og produkt sem eru á mörgum stöðum og oft á tíðum er þetta ekkert eitthvað sem maður er að hugsa þegar maður er bara að hlaupa í byrjun og þetta getur haft mikil áhrif á svona grunnstruktúrun í kerfunum hjá manni sem maður eftir að einhvern mann verið að ræða eitthvað gauð sem CSP sem að segja sko þegar við vorum með Eve þá voru allir strengir hardcover í honum svo voru við að fara á Kínamarkað og þá þurfti að hafa alltaf kínversku og það var bara major effort að gera það þannig að það var hægt að hafa klientinn bæði á ensku og kínversku og svo rússnesku og allir því sem kom. Og þeir voru einhverju rússa voru búin að haxa einhvern veginn að geta tala sína milli með sýrlísku letri. Þannig að þetta hljómar kannski sem eitthvað einfalt verkefni en oft á tíðum er þetta mun flóknara verkefni en maður gerir sér grein fyrir og gott að hafa eitthvað svona sem styður mann í þessu. Síðan test og mörg framework eins og þau íta á mann að búa til test, þau búa til unit test project fyrir okkur eða þau hafa einhverja leið til að geta keyrt test bara strax og eins og við sáum með grönt og þannig við getum bara verið með eitthvað sem að setja eitthvað upp sem keyrir ákveðið task sem er þá að setja upp fyrir testun okkar og keyrt á eins og Mocha. Þau geta líka verið að auðvelda okkur að prófa að annarkvort herma eftir eða gera bara auðveldara að prófa HTTP-köll í raunveruleikanum og að prófa einhver módel. Þannig að við erum viljum við vera með unit test þar sem við erum að mokka eða ekki? Erum við að mokka þá að búa til eitthvað svona módel af heiminum sem samt ekki raunveruleikin og prófa móti honum og þá getur verið mjög auðvelt að lendi í þeirri gryfju að vera bara að prófa mokkin. Þú ert ekki að prófa raunveruleikan, þú ert bara að prófa módelið þitt af raunveruleikanum. Þannig að það getur verið að það hjálpi til dæmis að búa til einhvern testgagnagrunn, eins og Django getur gert það. Það bara spinnur upp gagnagrunni, jafnvel bara in-memory SQLite gagnagrunnur sem að þú getur síðan populatað og assertað, ég býstu að ég hef sett inn þessa færslu og hún ætti að vera svona, hún er þarna, svo ætla ég að eyða henni, hún er farin, svo ætla ég að búa henni til aftur og breyta henni, hún breytist rétt. Þannig getum við assertað á einhverju sem er ekki production gögnin okkar, en eins nálægt í og við getum. Og þetta er náttúrulega líka það bara að keyra test reglulega og skipulega og geta séð hvað brotnar, geta jafnvel ekki keyrt ákveðin test þegar þú ert að forrita ákveðin hlut. Ef þú ert með risastóra testsvítu sem tekur jafnvel fleiri mínútur að keyra, þá er það ekki eitthvað sem þú nennir að gera við hvert bild. Þá ertu því lengur sem testin er að keyra, því sjaldnar keyrir þau og því líklegra er að þau séu brotin þegar þau keyrir og þar leiðandi að það sé líklegra að það verði meira mál að laga þau og þá ef það er meira mál að laga þau þá eru minni líkur á að þú lagir þau þannig að þetta er svona spiralar out of control
Þannig að ég bara, sama hvað ég geri, ég mæli eindregið með því að þið unit-testið og alltaf þegar þið lendið í því að þið eru að skrifa eitthvað forrit og þið skrifið eitthvað, og þið buildið eitthvað og þið farið eitthvað annað og þið ítið á refresh eða þið ítið á einhvern takka eða gerið eitthvað og fáið eitthvað gild upp á skjáinn og búist við að þetta gildi verði 1 en það er 2. Þetta er alveg mjög gott scenario fyrir unit-test að bara að sörta þetta, taka út þetta handvirka skref. Og það getur sparað mér gífurlegan tíma og það gerir það líka verkum að öll þessi handavinna sem að gera að vera alltaf að tjekka þetta. Þú kannski ert 50% af tímaninum fyrir það bara að allt tappa, reloada, íta á OK á einhverju formi og athuga hvort eitthvað gildi sé jafnt og eitthvað annað gildi. Þið getið minimæsa þetta niður í 10% af tímanum farið að skrifa testið og restin farið að laga virknina. Og svo beautyið við þetta er síðan að þið eigið testið. Það getur síðan verið keyrt bara á 5 millisekundum í staðan fyrir þessum 20 sem það tekur ykkur, 20 sekundum sem að þá erum við talað 3 order of magnitude lengur að gera það í höndunum, að gera það sjálfkrafa og svo safnið upp risastórum testsvítum og allt dótið ykkar er allavega testað einhverju leyti. Þetta er ekkert einhver silver bullet sem að leysir okkur undan því að þurfa að prófa hlutin okkar manually en þetta gefur okkur ákveðið traust og sérstaklega ef við finnum bugga, það er alveg frábært að búa til test sem feilar á bugnum og laga bugginn og vita þá að ef þessi buggur myndi aftur koma upp, þá myndi testið feila og þá myndi ég grípa það og þá myndi ég ekki setja sama bugginn aftur í production og það er frábært. Og þá náttúrulega eftir því sem við verum að keyra test sem að gera meira, að eiga samskipti við networkið eða í gagnagurinn eða eitthvað, þeim lengur að keyra, þannig að þetta er svona alltaf svona eitthvað visst balancing act að skipuleggja sig og hafa gott test coverage. Caching eins og þið hafið svona aðeins snert á, getur verið skemmtilegt og þetta er náttúrulega gert eins og þið lentuð í því að hlutur fyrir niður eða hlutur er mjög lengi að svara að þá er gott að hafa einhver kassaða útgáfu af þessum gögnum eða þessu sem þú vorst að fara að sækja sem þú getur þá í versta falli notað eða í besta falli ertu með bara veistu að þetta er valid gögn og þú þarft ekki að fara eitthvað annað og sækja þetta. Og þarna kemur náttúrulega inn í svona pælingar sem er HTTP, þú veist hvernig við erum að hvernig við erum að gera það og það að lesa úr caching headerunum að þetta megi vera svona lengi og þannig getum við sleppti, eins og við tókum dæmi þannig að þegar við vorum að skoða caching í HTTP þá getum við sleppti að vera að tala við gagnagrunn og við getum verið að spara okkur traffic yfir networkið, bara CPU cycles í að búa til ykkur gögn, hitta að fara í gagnagrunnin, þannig að við erum bara græðum all around. Og svo er þetta að vera með stuðning við svona önnur kerfi sem eru bara sérstaklega gerð til þess að kassa, eins og Memcached með D. Það er bara kerfi sem þú setur upp á vefþjónum og gefur því bara rosalega mikið innra minni og þá bara geymir það öll gögnin þín í bara minni. Og svo er þetta dreift, þannig að það eru margir vefþjónar og svo getur þú spurt á networkinu, hey, átt þú þetta? Þannig getur þú byggt dreifð kerfi sem eru mjög performant. Öryggi, þá náttúrulega eru svona þetta hlutinni verða mun meira áhugaverðari þegar við getum verið með svona personalized hluti og þá þurfum við að vera með einhverja notendumsjón og þá koma oft svona frameworkin og þau hjálpa þér, þau gera þetta bara rétt, þú færð bara solid virkni í hendurnar og þú þarf bara síðan að expanda á því, þú þarft ekki að gera þetta frá grunni. Og þá getum við fengið þessa auðkenningu og svo skráningu og logout og jafnvel tengingar við Facebook eða Google í gegnum OAuth. Þetta bara kemur úr bóksinu og við þurfum bara að kveikja á þessu. Svo getum við fengið líka svona heimildakerfi, þetta er tvíþætt, þetta er authentication, ég er sá sem ég segist vera og svo er það authorization, já, þú ert þú og þú mátt gera þetta. Þannig að þá getum við fengið svona heimildakerfi sem að gera það verkum að við getum stýrt og sagt þessi hópur eða þessi notandi má gera þetta en ekki þetta. Og þannig getum við svona gert áhugaverðari kerfi, þar sem við erum með venjulega notanda og admin til dæmis sem er svona oftast. ORM eða svona Object Relational Mapping
þetta sem sagt það að þetta hugtakið að taka gögn sem eru í einhverjum relational grunni og færa þau yfir í hlut í kóða sem við getum þá interakta við og breytt og svo aftur tilbaka. Þannig að við erum með töflu sem með færslum og við viljum taka þessar færslur og birta þær og þess að geta birta þær þá þurfum við að hafa það í fylki eða lista eða einhverju sem við getum ídragið gegnum og svo birt. Þannig að þá þurfum við einhvern veginn að ná þessu samspili að taka færsluna í gagnagrunninum og færa hana yfir í hlutin og svo býja til nýja færslu og ég vil þá geta bara sett hana í grunninn aftur og þá þetta svona ormar eða svona object relational mapperar sem sjáum þetta fyrir okkur og þeir gera það verkum við þurfum ekki að vera að skrifa SQL fyrir insert eða update eða delete fyrir einfaldar aðgerðir. Þetta getum við bara látið venjulega hluti virka og svo fyrir flóknara hluti þá þurfum við að gera eitthvað flóknara. Og þeir geta jafnvel verið það flóknara að þú getur verið með hlut og annan hlut og þeir eru mismunandi töflum og það foreign key á milli og hann bara fattar það þegar þú segir honum, já, þetta er tabla, þessi dálkur hér er lykillinn yfir í þessa töflu hér eða bara þessi hlutur hér er á þessum hlut og hann getur það búið til. Hann getur sagt, hér ætla ég að búið til notanda og þessi notandi er með heimilisfang og heimilisfang samanstendur af þessu og það getur verið margir notandi með sama heimilisfangið. Þannig að heimilisfangið er normaliserað í einhverju sér töflu og þá virkar þetta með. Þetta einfaldar það að vinna með gagnagrunna og geta breytt þeim og senda síðan aftur í gagnagrunn. Svo tengt þessu svona skema migrationir. Við byrjum með eitthvað ákveðið útgáfu af forritun okkar og svo gefum við hann út og svo fyrir við að vinna í því að breyta henni og þá þurfum við að breyta jafnvel í einhverju í gagnagrunni og þá lendum við í því að við þurfum að uppfæra þá kerfið sem er í keyslu. Og þá eru svona skema migration pælingar þannig að við getum gert þetta í höndunum, en það getur verið rosalegt vesen og verið að muna það bara, já, ég gerði þessa breytingu á þessari töflu og það er, þú veist, þessi update skema, setta, en svo getum við líka fengið einhver svona tól sem gera þetta bara sjálfur og þá bara sjáðu þú getur keypt bara einhverja skriftu sem skoða development gagnagrunnin og raungagnagrunnin og gefa þér bara skriftu sem að setur þá í sömu útgáfu. Svo getur við líka eins og í .NET er entity framework sem er svona framework til þess að vinna með gagnalagið og það getur við útbúið gagnagrunnin svona code first sem því að þú býr til klassana þína í kóða og svo keyrir eitthvað og það bara býr til töfluna fyrir þig. Og svo getur við með database first þar sem þú býr þetta fyrst til gagnagrunni og keyrir skriftu sem autogerenda fyrir einhvern kóða. Og ef þú notar þessu code first, þá getur þú bara bætt við það eitt dálki og gert bara eitthvað skriftu og þá farið þið bara svona skema migration sem fer með þig í upp eða niður útgáfu. Þannig að þá getur þú fara að útgáfu stýra gagnagrunni skemana þínu. Svo erum við validation sem við höfum nú líka að skoða svolítið og þetta staðfesta gögnin séu rétt og framework geta mörg hver staðfest þetta. Við getum merkt hluti eða sagt eitthvað þetta er required eða þetta verður að vera þessu bili eða eitthvað svoleiðis og fengi villu sem eru bara birtar á einhvern staðlaðan hátt. Svo erum við með scaffolding sem við höfum líka skoða að ef við erum með þessi módel sem er oft á tíðum sett upp að þá getum við búið til og fengi bara grunninn að því að inserta fæslum eða updata fæslur, eða delete fæslum eða lista fæslur. Þessar CRUD aðgerðir, create, read, update og delete, sem er oft á tíðum svona það sem að mörg hver forrit snúast bara Þetta er bara búið til einhverja fæslur á einhverju ákveðnu formi og geta birtar og möndla með þær. Þá, já, fáum við þennan grunn og þetta getur sparað okkur virkilega að við þurfum ekki alltaf að byrja á því að skrifa form, action, method, post og skrifa síðan allt. Þú færð þetta upp í hendunar. Svo er þetta hugtak single page applicationir, þar sem að þú ert bara með eina síðu í webforriti og það hleður upp viðmótinu og þá annarkvort þú færð eitthvað ákveðið í byrjun og síðan interaktir einhvern með vefinn og þá hefur verið að gera svona IX-köll tilbaka og fá einhvern nýjan part af vefnum og birta hann eða þá hann er bara þarna og er bara að sækja gögn og eitthvað svona.
eða þá jafnvel þessi einhver tengingu sem hérna socket.io í gegnum WebSockets og þú ert hérna vefþjónninn sendir á þig, þú veist, það gerist eitthvað, þú ert að spila leik og óvinurinn þinn gerir eitthvað og þú fær tilbaka það sem hann gerði og þú sendir og þetta fer allt þarna fram og tilbaka. Og þarna erum við komin út í það, við erum komin með svona thin server. Eins og við fórum á mánudag, þá erum vef klientar á svona feitir klientar og svo thin klientar og svo þannig erum við komin svona thin server. Þannig að serverinn er í raun ekki, hann er ekki að gera neitt voðalega mikið nema hugsanlega bara að ráta einhverjum upplýsingum í einhverja stöðuvél eða sem að sér að uppfæra einhverja gagnagrunna eða gera eitthvað svoleiðis, en öll lógíkin er að fara fram á klientinum. Við erum bara að láta klientin að filtera út einhver gagnasett, við erum að láta klientin að raða því síðan, af því að klientin er eftir að verða meira og meira með meira og meira capacity til þess að gera flóknari hluti. Þetta getur orðið til þess að viðmótið við notanda verður alveg margfalt betra en þú ert alltaf að posta einhverju síðu og hún er hvít og svo kemur tilbaka og maður finnur alveg fyrir því þegar maður notar svona, það er allt rosalega snappy og allt gerist bara strax og þetta er bara leikur í höndunum á manni. En þetta síðan er náttúrulega tiltölulega nýtt sem að fyrir að nota þetta svona, við erum komið með Angular sem gerir það verkum og það er orðið auðveldara að búa svona til, en það getur til dæmis valdið vandræði með leitavélar, þó svo að Google er farið að gera eitthvað í því að bara vera með JavaScript keisluumhverfi á bottunum sem keyra bara í gegnum applicationinu. En ef þú ferð á svona vef og gerir view source á hann, þá er hann yfirleitt bara body og svo kannski eitt div sem við séum bara loadað inn í öllu dótinu. Þannig þú ert að bootstrappa applicationu í byrjun, búa til allt dommið í gegnum JavaScript. Þú ert ekki að gera það með HTML. Og ef maður passar ekki upp á að útfæra back-knappinn aðalega, þá getur maður lent í að þetta sé mjög leiðilegt að þú ert búin að gera eitthvað helling og ætlar bara að fara tilbaka með eitt og þá ferðu bara aftur á seinustu vefsíðu án og fórstu þessa. Og þetta byrjaði með Knockout og Backbone og svo var Angular sem er náttúrulega búið að hrollriða öllu núna upp á síkastið sem er JavaScript-based framenda framework sem leyfir okkur að búa til svona single page applicationir. Og svona, já, var gaman að fara í það en svolítið autoscope fyrir okkur. Síðan þegar við erum búin að gera og búa til eitthvað ótrúlega flott og það keyrir á vélunum hjá okkar, þá viljum við setja þetta upp einhvers staðar. Það sem við erum mun keyra til framtíðar og vera það sem aðrir geta notað hann. Og þá koma margar spurningar upp eins og hvaða álag mun þetta verða undir. Og þá í dag er til dæmis mjög auðvelt að fá svona sýndarumhverfi eins og til dæmis hjá Heroku. Það er hægt að fá bara ókeypis svona trial eða svona, það er sett bara þannig upp að það er ákveðið mikið álag sem þú getur fengið og svo getur þú bara farið þar inn og þú getur bara sagt ég var á forsíðunni á Reddit, nú þarf ég að fá 10 CPUs og 20 giga minni í viðbót og svo skala ég mig bara niður þegar toppurinn er búinn og við þurfum ekki að vera að kaupa einhverjar rándýrar skessur sem að sitja undir og eru að keyra allt dótið okkar. Þetta getum við bara skala þetta eftir þörfum. Svo eru spurningum með þjónustur, þurfum við að komast í eitthvað ákveðið og það er, það er eins og til dæmis ef maður er að keyra í svona einhverju enterprise umhverfi, þá er þetta oft á tíðum, getur þetta orðið svolítið maus, af því að við viljum komast í einhverju þjónustu en hún situr bara inn á staðnetinu, en hún er ekki aðgengileg af internetinu, nema þá að gera einhverjar breytingar á því hvernig aðgangurinn að þeim er í gegnum þá netlægið, það er verið að opna eitthvað í eldvegg og gera eitthvað svona og þá er það hver er pólisían í því að vera að opna svona hluti og ég hef margoft lent í þessum díalóg fyrir að segja nei, þið getið ekki fengið að komast í þessu þjónustu þegar þú eru búin að opna inn á eitthvað hættulegt. Þannig að þetta er svona eitthvað sem maður þarf að spá í hvað þurfum að gera, getum við fært þetta yfir á einhverju DMZ, svona svæði sem liggur á milli staðanets og internets og er leyfilegt að má fara inn á og þetta er oft svona eitthvað sem maður þarf að taka með rekstradeildum viðkomandi fyrirtækja. Svo er það að setja upp þetta keisluumhverfi og það er náttúrulega margir möguleikar á því og það er hægt að setja upp einn vefþjón bara sem tekur við öllu. Það er hægt að hafa load balancer sem er að dreifa þessu álaginu eftir einhverju ákvörðu. Þannig að
og svo þá load balancing, hann þarf að passa upp á það ef ég kem inn og fer á vél 1 að ég fari alltaf inn á vél 1 eða þá það sé eitthvað svona shared state ef við erum að nota til dæmis sessions og cookies til þess að segja til hver hvað. Þannig að maður getur lent í því að þú byrjar því að fara inn á vél 1, fær cookie þar, búin að auðkenna þig, svo farið næsta request inn á vél 2 þegar það er eitthvað vanstilt í load balancinum og þá ertu allt í einu ekki innskráður eða þá að það er eitthvað búið að stilla, þannig að það er verið að setja eitthvað caching í þetta load balancer lag og þú getur fengið Jón logga sig inn og svo kemur Gunna og hún fær upplýsingarnar frá honum. Þannig að þetta er svona þessi, af því að þá virkar hann svona eins og reverse proxy sem við fórum yfir. Þannig að þetta getur líka samanskapi sparaðar helling af keysluvélum. Þannig að þú getur bara verið með reverse proxy fyrir framan sem bara álagið, það fer aldrei og drepur aldrei forritið þitt á bakvið load balancerinn. Svo getum við verið með marga gagnagrunna. Við erum að dreifa því hvernig við skrifum. Við getum verið að skrifa bara 1 gagnagrunn. En hvað gerist ef við erum með rosalega mikið load og ég er að breyta einni færslu og það þarf að lokka einhverja töflu og kemur einhver annar inn og lesur henni. Og þá er oft sett upp eitthvað svona master og svo sleifar. Þannig að það er verið að skrifa 1 grunn og svo er replikerað honum í marga grunna sem maður má lesa bara upp úr. Það er miklu fljótlegra að lesa en að skrifa og sérstaklega líka frá að breyta. Það getur breytt í hvernig lásar og þess aftar virkar á töflunum. Þá getur við með 1 eða fleiri master eða mikið skrif, 1 eða fleiri sleif, mikið lestur og svo þarftu að einhverja strategíu hvernig það ætlar að vera synkað á milli og svo framvegis. Svo getur við líka að setja eitthvað svona caching lag á milli vefþjónsins og gagnagrunnsins og geymt gögnin í minni eins og memcache sem við tölum áðan. Og aftur þetta, þarf aðgang að innri þjónustum, þarf aðgang að einhverjum ytri þjónustum, er það allt í lagi, er það allt uppsett? En hérna getum við verið með eitthvað svona einfaldast að hann kemur inn request og það fer inn á einhvern vefþjón og hann gerir einhverja fyrirspurning gagnagrunn og hann fer það tilbaka, vinnur úr gögnunum og sendir síðan aftur. Og svo getum við farið yfir að vera með mun flóknari uppsetningu, að vera með einhvern load balancer, kemur inn requesti hér og hann dreifir þessu á einhverja fleiri vefþjóna hérna bakvið og þeir síðan farið gegnum einhvern eldvegg til þess að hafa samband við einhverja innri vefþjónustu jafnvel til þess að segja ykkur gögnum eitthvað. Getur einhver þjónustuðefur, hann þarf að fletta upp í skuldastöðu eða reikningunum þínum eða whatever og svo getum við haft einhvern svona DB-gaur sem að sér það að dreifa álaginu á gagnagrunnana og það er margt til í þessu og þegar maður fyrir að þetta er svona, hann er við farin að krossa inn í svona operations og reksturinn bara á svona kerfum en það er búið að vera svona mikið í umræðinu núna upp á síðkastið, það er svona disconnect á milli developera og svo operations liðsins. Þannig að þú ert með það er bara forrita, hérna er tilbúið nýja fallega forritið mitt og þú hendir því bara í ops og segir bara sett þetta í keislu og svo segja þeir, heyrðu, ég gæti ekki sett upp, það kom fullt af villum og svo er það að keyra þetta og krassar þetta alltaf og þannig að verður svona einhver veggur á milli sem er svona oft á tíðum erfitt, samskiptin verður svona styrð og erfitt. Þannig að núna er þetta hugtak DevOps, það sem þú ert bara með teymi sem eru bara bæði með developera og með operations eða þú ert með einhver einstaklingar sem eru bæði forritarar og góður í uppsetningu á svona netlægi og vita hvernig þetta hlutinni virka og kunna stilla Nginx og kunna vinna með þennan og hinn gagnagrunn og svona og hafa þetta bara allt þetta lið saman til þess að finna bara út úr svona vandamálum og það er einmitt DevOps, þetta er svona mjög heitt í dag. En það er nú ekki meira í þessu sem ég ætlaði að fara en ég ætla nú bara að taka svona stutt dæmi núna, við höfum korter, ég ætla bara að búa til búa til project og ég ætla að gera bara ASP.NET Web Application og þetta notar við getum sett þetta upp í MVC þannig ég ætla bara að gera MVC demo og þá fáum við við ætlum að nota MVC, við getum nota webforms sem er gamla ASP.NET svona sem það var, það er hundleiðilegt MVC er mjög skemmtilegra svo er Web API sem er þá til að búa til API project sem er þá bara fyrir 12 samskipti en gerum MVC og svo sjáum við við getum bara add unit tests og það kemur bara project strax og svo er change authentication individual user account svo við getum bara fengið þetta organizational account þá getum við stilt þetta upp á móti
eins og Active Directory eða Azure Active Directory, svo Windows Authentication, ef við erum að gera svona eitthvað internet, segjum bara individual user accounts, þannig að þá hver og einn skráið sig upp. Ok, og svo getum við sagt hérna eins og nú Microsoft mjög mikið að pússa Azure sem svona cloud hosting hjá þeim. Hérna getum við bara sett host in the cloud. Svo getum við fengið trial eða keypt okkur subscription hjá þeim og Azure er mjög gott product. Þannig að hérna þetta orðið mjög auðvelt og þá bara fáum við síðan takka sem við bara deploy og þá bara kemur þetta upp á cloudið og allt virkar. En ok, búum þetta til og nú býrum þetta til. Þetta bara eins og við gerum hérna með Express. Við gerum hérna, notum hérna Express Generator og þetta bara svona mjög keimlíkt. Það verið að búa til struktúr fyrir okkur, það verið að sækja ýmislegt í sjáminna niðri, adding jQuery og eitthvað adding bootstrap og alls konar. Svo fáum við eitthvað hérna, your ASP.NET application, ok? Og hérna erum við bara með Test Explorer, þannig að við getum keyrt unit test og það eru 3 test, þau keyra öll og þau eru hérna 47 millisekundur, 1 millisekundur, 29 millisekundur. Við getum skoða hvernig þau líti út, þau eru bara eitthvað mjög dumb líklegast. Já, þannig að þetta er bara að sorta að ef við Já, þetta er komið hérna. Hérna er þetta komið og við fáum, þetta eru, já, ekki nema 340 skrár, tæplega. Nei, þetta er nú allt skrifað, það er ekkert svona Visivik verið að búa til síður, þú skrifa bara HTML. Og við fáum hérna, það er packages, þetta er eins og NPM, þetta heitir NuGet í hérna Microsoft heiminum og hérna erum við að fá ákveðna pakka og hérna er projektið okkar og hér er það allt. Hérna erum við með View-in, betra að skoða þetta bara hérna í Visual Studio. Þannig hérna erum við með View-in og View Start, þá séum við hérna Shared Layout. Þetta er svona grunnurinn, hérna er það sem er skrifað út í grunninn. Þannig að við setjum hérna einhverja upprunamerki og keyrum þetta. Já, þú ert bara að fá eitthvað svona scaffold, þú ert bara að fá grunninn. Svo þarfst þú að fara inn og hérna setja allt upp eins og þú vilt hafa. Já, þetta er bara allt webforritið er hérna. Þannig að hérna sjáum við, það er upprunamerki í titlinum eins og við bættum við. Þetta fáum bootstrap í grunninn, þannig að þetta er hérna allt að gerast. Home, það er það sem við erum á, about, og getum við séð hérna about, þá sjáum við þetta er hérna og við getum verið að breyta þessu hérna á meðan við erum að keyra. Þannig að þá sjáum við að því að viewin eru túlkuð á keyslutíma á meðan að kóðin er bildaður eða er hérna þýddur og linkaður. Svo getum við skoða hérna controllerinn hérna. Þetta er verið að nota MVC, þannig við erum með model, við erum með view og við erum með controllera og home controller. Og við sjáum, við fáum aðeins meira pláss hérna, að þegar við förum á index þá skilum við bara viewi sem er þá viewið fyrir index og þá er það mappað þannig að það er hérna home, hann heitir home þessi controller og home hérna og index, þannig að það finnur þetta hérna sjálfkrafa, þetta view. Og svo fyrir about, þá skilur hann viewinu sem er þá linkað við about og það er þá hérna about. Og svo er þessi viewbag sem er í raun, þetta er svona póki sem við getum stungið ýmsu í og getum þá sendt upplýsingar á milli hérna controllersins og viewsins. Þannig að þá sjáum við hérna í about, þá er verið að taka úr viewbagnum title og message. Þá sjáum við hérna, message er your application description page og það birtist hérna. Þannig að þetta getur við verið með kóða sem breytir þessu, þannig að við erum að senda á milli upplýsingar Já, það er það sem þessi viewbag gerir. Hann er aðgengilegur báðum. Síðan getum við séð hérna, við fáum notendaumsjón. Þannig að ég get búið hérna eitthvað til. Ég prófa bara ASDF. Password must be at least 6 characters long, ok?
ASDF, ASDF, okay, ASDF, 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 ASDF. Passwords must have at least one non-latter. Það er ekki gaman þegar þið þurfa að gera svona password. ASDF punktur, nei betur, stórt A, ASDF punktur, 1, 2, 3, 4. Svona. Nú er ég komin hérna inn sem notandi, þannig að við fáum bara notendaumsjón og við getum bætt við sem notandi og gefa honum eitthvað meira. Við fáum hérna eitthvað external logins, þannig að ef við myndum kveikja á til dæmis Facebook, þá getum við bara tengt það við Facebook og við getum séð hérna. Við förum í Manage Controller sem sér þessa síðu og þá getum við ítt hérna, sett breakpoint og sótt þetta og við fáum hérna breakpointur og getum steppað í gegnum og getum séð hérna módelið. Já, það er engin logins og það er ekkert spennandi í þessu, svo sem. En hérna fáum við þetta. Síðan getum við hægt að debugga og við getum sagt hérna að við viljum búa til eitthvað nýtt módel. Þá er það bara búið til sem eitthvað góði foo-módel. Public string foo. Þetta er bakendi í .NET. Þannig að þetta er bara klassi í C# og þetta er svona það sem kallað er auto-property, þannig að við fáum bara getter og setter með því að skilgreina þetta svona og núna getum við farið og búið til nýjan controller, new controller with read-write actions og foo controller og svo scaffolding. Nú býr hann þetta til fyrir okkur hérna og við fáum svo index til að skoða allt, details, create eitthvað á einhverju edit hérna og svo ætlum við að búa til view. Við fáum hérna, bjótum uppina fyrir okkur. Við ætlum að búa til bara index hérna viewið, index, og það er list. Þetta er svona template sem við getum nota fyrir create, delete, details. Já, ég bý til notendaviðmyndir með því að búa þetta til svona. Og ég ætla að segja að þetta view mun byggja á þessu foo-módel. Þannig það þýðir að þetta verður listi af foo-módel fyrir indexið og búum það til. Þá sjáum við fáum hérna, þetta er eitthvað index. Hérna fáum við eitthvað action, create new, sem fer þá yfir á þetta svona action link. Þetta tengir við hérna controllerinn, þannig að þetta fer á create actionið sem er þá þetta hér. Og svo erum við með hérna einhverja töflu og þetta displayar sem sagt gögnin fyrir okkur. Og núna getum við sem sagt að því að við erum ekki með þetta tengt við neitt, þá getum við bara búið til hérna bara entries into new list og búum til nýtt sem sagt nýtt stak í þessu og segjum bara foo1 og bara þetta false á því. Svo gerum við annað og þetta er líka skemmtilega syntaxin í C#, þetta er svona object initializer, þannig að við þarfum ekki að búa til objectin og síðan segja foo.foo, heldur bara að gera þetta beint og þetta er þetta true hér og svo sendum við þetta í viewið og svo ef við kíkjum á hérna, getum við gert hérna hægri smelt go to view, þá sjáum við hérna módelið sem er skilgreint fyrir þetta view hérna byggir á enumerable sem er það listi, þetta er interface fyrir lista af, þannig að þetta byggir á listum af foo-módel, þannig að það býst við því að fá það inn og svo er þetta hérna sem sagt ídrað í gegnum þetta hérna, fyrir hvert item sem er í módelinu. Já, þetta er hérna viewið í hérna í MVC, þetta heitir Razor. Já, þetta býr til tengla til þess að skoða, þannig að núna ef við skoðum þetta, ef allt virkar sem skildi. Þannig að núna fæ ég þessar
þessa fæstu sem ég gerði og ég er ekki búin að gera neitt og ég er búin að fá, þú veist, búin að fá yfirlit yfir þetta hérna. Nú ætla ég að gera create new, þá fannst ekki viewið, þannig ef við núna í flýti búum okkur til create viewið, þá gerum við bara add new view, create, þetta er þá create templateið, fú módelið aftur og bætum þessu við. Þá fáum við aftur hérna fáum við begin form, þannig þetta sé formið fyrir okkur og við prófum núna að keyra þetta bara. Og lengi eitthvað að gera hérna. Þá fáum við þetta og það gerist ekki neitt af því að við erum ekki búin að gera neitt. Við þurfum samt sem aður að skrifa hérna lógíkina sem tengir þetta við gagnagrunnin. En svo ef við gerum hérna eitt áður en hættum, þá getum við sett þessu validation hérna. Við getum sagt required. Og þetta er svona attribute, svona hérna, þetta er svona metadata fyrir breytuna og það er hægt að gera ýmislegt í þessu. En við það merkja þetta svona, þá erum við að segja, við viljum að þetta sé fyllt inn. Já, það verður að fylla þetta út. Þannig núna ef ég reyna aftur að íta create, þá kemur the field is required. Þannig ég get ekki gert neitt nema hann sé settur inn. Og svo ef við förum í foo controller og í create hérna, gerum eitthvað, create, þá förum við hérna í create fallið og það tekur inn form collection sem er það formið sem við vorum með og við getum séð hérna resultið er það að við fengum inn 3 gaura. Fyrsti er þetta request verification token og þetta er vörn gegn CSRF eða cross-site request forgery. Þannig að þetta sé, þessi token, hann þarf að vera á þessu formi hérna til þess að vera bara gúttiraður af hérna kerfinu. Svo fáum við bara gildin sem að við sendum inn sem sagt fyrir bar, þá sendum við inn, ja, við getum þetta ekki séð nema hérna collection foo og það gildið þar var ASDF, collection bar, gildið þar var false. Þannig að við sjáum hérna, þetta er að því að við erum að debugga þá getum við watchað, við getum skrifað inn og skoðað umhverfið okkar, við getum skoðað hvað er í breytunni hérna og hérna er to do. Þarna þurfti þá að tengja þetta við gagnagrunni eða whatever, hvað við gerum við þessi gögn sem kom inn og þá er þetta notið svo entity framework sem gerir þetta bara mjög einfalt. Við getum í raun bara merkt töflun okkar sem þessi töfla á heima í þessum gagnagrunni og hérna er kontextið, database kontextið þar sem við þurfum þess að vista og hérna þá er það bara með föll sem að gera þetta mjög auðvelt fyrir okkur og þetta er mjög, ef maður er að vinna á annað borði í Microsoft þá er MVC mjög flott fyrir þetta allt. Þannig að núna er ég komið með svona, ég get bara búið til grunn að einhverju applicationi hérna, ég get bara fengið mér nýtt theme, ég get bara gert það sem ég þarf og ég geti hugsalega verið komið með lausn á einhverju verkefni bara mjög hratt og örugglega. En það er ekki meira í dag, þannig að góða helgi.